Já, þetta er 4. dagurinn okkar í Huachimac í regnskóginum í Ekvador. Það er nú ýmislegt sem hefur gengið hérna á. Í gær þá fórum við að veiða að nóttu til, gengum ána í næstu því 2 klukkutíma að veiða fisk. Rákust á hérna skötu sem að getur stungið mann í löppina og er alveg baneitruð. Og svo vorum við að komast að því að það eru vist krókódílar í vatninu sem við vorum að vaða líka. Því Ernesto, hann var að veiða þennan krókódíl bara í morgun. Og hann er sko lifandi. Hann er alveg sprell lifandi. Það er bara bundið fyrir nefið hann svo hann býti ekki. Hann er nokkuð afslapað bara því hann er búinn að vera að berjast fyrir lífi sínu. Og það er ekki að verja endanum matur sem við verðum að fá í morgumat. Ég held ég að við sjaldan fengið skrautlegri morgumat. Það er froskur. Mér finnst þetta að vera egg hérna fyrir neðan það. Svo er þetta ýmiss konar villtur fiskur úr regnskógaránni og bananar. Þetta reyndar ekki bananar, heldur svona matbananar sem eru harðari. Svo er þetta einhvers konar drykkur úr banana. Ég átta mig ekki alveg á því hvernig þið gerða þetta. En þeir mylja einhvern veginn banana niður í svona smotteri og sérst hita í vatn. Og þannig að þetta verður einhvers svona hálfgerður grautur en samt aðeins stinnur heldur en það. Það er búin að skreyta borðið alveg rosalega flott með pálmunum. Þetta er geðveikt. Og svo er þetta drykkurinn okkar. Og Kristína undirbúða sig undir að borða froskinn. Þarf að smakka? Já, ég mun örugglega smakka lærunum hérna, lindanum. Já. Og hérna er leiðsögumaðurinn okkar. Kokkurinn. Veiðimaðurinn. Þetta er mjög skrautlegt. Ef þið bara vissuð, ha.